síðan leta hann þetta bitna á mér sko, þetta var geggja sumar og ég var alltaf alveg bara, komdu út hann bara, ég get það ekki Hjalli, við skulum leigja hérna bíls hérna hjólastól og förum bara út ég ekki að gera þetta það hefði verið komídik atrið fyrir þig að geta ítt mér í hjólastól niður brekku það fyrsta sem þú ekki eftir Laugaveginn og ég var að reyna að vera góður þú nuttar þessu sumri andlitið á mér Nei Nenni ekki neinu Annars verður byrjaðir Hey Velkomin Wow, great energy David Velkomin Það er góð byrjun hérna í þessu Orkan hérna sko. Velkomin Ég er með mjög þreyttan og þunglindan mann hérna sko. Davíð Og þetta er ekki Ekki Davíð Þetta eru báðir Er ég bæði þreyttur og þunglindur? Ég var að tala við ykkur báða Ég tala við Ég var að tala við ykkur báða Þú er strax Davíð Bara it's my go-to Já, þetta ekki Hörðu, vitið hvað ég var að heyra Nýtt Píramidana, hafið þið heyrt þetta? Ég ættu alltaf að segja barnamálar á þeirra Ok, já, píramidana Við getum byrjað því Nei Jú, okkur ekki Það verður orðið svo old news Það verður old news maður Það skiptir ekki máli Hún bengaði góður Okay. Krakka Hún bengaði krakka Ef þetta væri öfugt Moving on Ok Píramídandir Já, veitir hvað eru undir píramídum? Sandur Vá, ég ætla að segja þetta Ok, ég held einmitt að þetta var bara sandur að undir Þeir voru að finna núna Jörðina Já End of story Nice Þeir eru með svona lætar sem svona skanna Já Herru, það eru 8 sko súlur undir píramídum voru stripparar í gamla daga Já Nice Þetta eru risasúlur sem fara 600 metra niður Stórir hávaxnir stripparar Er þetta satt? Já Ég sá þetta eitthvað tíma einhvers staðar á einhverju skrolli og ég bara eitthvað AI Þeir eru nýkomnir með yfirlýsingu með þessu Ok Þetta eru 600 metra niður Og eru konar einhverja kenningar eða? Nei, þetta er bara nýkomið og síðan sko þeir sjálfar súlurnar fara í veist eitthvað svona risa boulders Bergið bara sem er undir sandinum Nei Þetta er yfir kílómetri langt niður Hvað er ég búin að vera að segja þegar við erum að taka þess að þetta Aliens, man Já Í alvöru En þetta er einmitt málið sko kringum súlurnar er eitthvað svona spirals Já veist Hvað er þetta? Þetta er risastórt Ekki fara okkar niður It's the end of the world Líka sko, það er allir búin að Já, þetta er hérna, veist Þetta er grafísi hérna færa á hana Við tókum 20 ára að búið þetta til Bullshit Núna er þetta bara ekki sjens Ok, förum við Worst case scenario þegar grafa hana niður Alien myndin rætist Það sem þeir fundu hann í ísnum Það er worst case scenario sko Já Ef Alien kemi Movie Alien Það var ekki gott sko We are fucked Nei, we have America Til að bjarga okkur Ég gleymi því Einmitt Nei, ef einhver þá myndi Donald Trump reyna að vingast við Alien Já, potget Já, hann myndi reyna að sko hótonum fyrst You're a bigger bully than me, I need to impress you Síðan myndi, Alien hvæsa hann var alveg We love the aliens They're slaughtering the Egyptians This beautiful thing They're beautiful like a dog Oh my god shit. You're like a large dog Like a Saint Bernard With sharp teeth Oh my god, já En það, veist, ég var svo Just like piranhas, I love piranhas are awesome Við ættum að hafa svona keppni svona Að ná honum Já, hver nær honum mest Það var gott Hann var Dogs are beautiful dogs Nei, náðum ekki alveg They're eating the cats They're eating the dogs They're eating the dogs They're eating the cats Ok Anyway, já, þetta er ok, ég í alvörunni, ég sá þetta og bara eitthvað skrollaði bara áfram þetta var eitthvað algjört kjaftaði, skilur við nei, getur ekki verið að sé að finna út þessu núna við vitaðum þessum píramídum í 2000 ár sko.
En þetta komið svo ógeðslega óvart þeir komið með yfirlýsingu að þetta Og hvað ætlaði að gera? Þá ætla ég að sökka mér þetta Hvað ætlaði að gera? Þeir eru að rannsaka þetta Þeir eru að koma að staðis, sko Ég bara And then we'll see En þetta svo fyndið þegar fólk eitthvað bara við fórum ekki á tunglið út af því að við getum ekki fara á tunglið út af því að við erum ekki með technology Við erum ekki með technology til að gera þetta Aliens, man Ekki fyrir 5.000 árum síðan eða hvernig það var sem eru byggðir sko. En þetta bara með allt saman sko. Ef við náum að gera eitthvað núna og síðan týnist svo þekking að gera þetta og getum við ekki gert það eftir 100 ár svo Já, þá fyrir ég að pæla með alla aðra píramíta eins og í Suður Ameríku og svoleiðis Það sé eitthvað Mind blown Það er náttúrulega löngu vita að það er píramítur út allan heim þetta er ekki bara hérna í Gaza Nei, hvað er þetta? Giza, takk Gaza Giza Já Þetta er allan heim og þjóðfélag sem hefur aldrei hist þegar voru að byggja þetta þannig að allir að sé eitthvað undir hinum píramítunum líka Það var geðvikt Alien Það myndi staðfesta fyrir mig Alien en það myndi finnast eitthvað sko. Það var bara definitely sko. Definitely Svo eru bara Alien þessar geimverur eru bara að horfa til jarðan núna og eru bara wow, we've really fucked them up let's move on leiðu þeim bara að drepa sér sjálf Náum í skortir eitri og fyrir bara næstu planetu drepa sér alltaf nokkur 100 ári sjálf við sjáum það Jesus Christ þetta er áhugavert Þetta er mjög En ég var að við vorum að tala hvað ætlum að tala um þetta Vá, sorry ég er svo glaður í ítt og rekk ég var búin að gleyma ítti og rekk Úff Ok, sorry, ég leit bara tækja þar á rekk Ég var alveg bara, alltaf fikk ég bara, glemdi ég eitt á rekk Ég held þessi ég með svona samkendar brjósta þóku með konunni minni Það geti alveg verið Já, ég með nýfatt barn heima ef einhver Það var það að vera í einhverju þóku Já, brjósta þókan Við vorum eitthvað að tala um hvað ætlum að tala um í dag og Davíð var með eitthvað AI, við erum gamlir og eitthvað svona Shit Já, en ég fór með þetta pæla sko, út af við erum, mjög gamlir Eru þið eitthvað komið búin að fá vott af gráa fiðringnum? Gráa fiðringnum? Já eins og í Bandaríkjunum í kvikmyndum þá fann maður rauðan sportbíl og unga konu náttúrulega þeir eru komnar með ungar konur Já, löngu búin að græða það Ég langar í einhverja awesome gaming PC tölvu sko Það er ekki gráði fiðringur Nei, ég er ekki að fara í eitthvað bíl Það gæti alveg verið Ég fæ bíl, ég þarf ekki að finna mér Nei Já, ég veit ekki hvort ég sé endilega með gráði fiðringur en ég er samt oft hugsað maður sé náttúrulega eins og auglýsa núna 80 milljónir í íslenska lottopottunum og eitthvað og ég bara, ok, ef ég myndi kaupa miða og vinna hvað myndi ég gera? Ég fyrir strax að hugsa, mér vantar nýja reksu og eitthvað svona skilur ég er bara einhverju Ég myndi setja annað í forgang eins og flytja það sem þú við Nei, mér liggur ekkert á því Kaupa blokkinu mína Já, einmitt, minka við mig helming Já, nei Það eru kaupa blokkina þína Já, svo hann getur verið í penthouse Fyrir 80 milljónir Nei Ok Já, mér heyrist að segja 80 milljónar Nei Ekki íslenska páláttur En það er eitt sem ég myndi kaupa mér Það er svona buggy, svona torfæri bíl Ok, það er gráði fiðringurinn sko Það er, þú veist, já, ég er ekki að dreyma þetta á hverjum degi en ég bara, ef ég Davíð er náttúrulega miklu eldri Ég held að ég fekk einmitt svona gráða fiðringin sko, 37 Ég meina, ef að tölva mín er það ekki sem að mér langar í þá er ég ekki með hann sko 37 var ég eitthvað bara ég ætla ekki að vera að vinna við þetta það sem eftir er, þvertugur og eitthvað svona hætti vinnunni fór það sem ég mér langaði að gera sko held að ég, það er eina svona grái I'm still young Nei, ég meina við erum bara svona þokkalega mikið að leyfa okkur það sem við viljum nú þegar, er það þessu markið skilur þannig að ég held að það haldi svolítið aftur á manni að maður bringi ekki bara allt í nú farið með þetta að kaupa sér blæjum Mustang og þú veist, hætti með konunni Ömuleg kaup á Íslandi blæjum Mustang 3 dagar ári nákvæmlega, opin blæja líka þótt að sé sól það hefur alveg rigning það var bara daginn einhvern tímann það var bara heiðskýrt samt rigning Já, það er eitthvað sem að hversu mikið fucking veðrið búið að gaslýs okkur núna síðustu viku það er bara, náðu 10 stigi að hitta og bara geggjað og eitthvað, þú veist, bara á peysunni úti og núna bara allt hvít sko
núna þegar við erum að tala um þetta, það var hérna bara í liðinu viku að 10 stigi hiti skólinn á stráknum eitthvað, við viljum að reyna að fara við viljum að gera aðra tilraun að fara í skíða fyrir upp í Bláfjöll á mánudaginn ég eitthvað svona horfði upp í fjöllin ég bara nei, herru, vaknaði morgun eftir snjókoma, ég bara, þetta var ekki kort honum nei. Oh god damn ég veit það við erum svo veður gleymin eitthvað við bara aldrei fatta þetta sko. Það bara alltaf vont viður allavega, niðurstað, ég ekki með gráðu fyrirkana ég ekki gamall það kemur að því Herru, þú ert með einhverja, þú spurðir hvað spurðir Jesus Christ ég svona upp á djóki þegar hérna þú veist, við erum alltaf að reyna að finna upp eitthvað svona fresh til að tala um og eitthvað, ég ákvað bara að spyrja upp á djóki ChatGPT, bara á ég að segja spurninguna ok, við erum 3 miðaldra kallmenn með hlaðvarp við tölum allt mögulegt og reynum að vera fyndnir og skemmtilegir getur þú gefið mér 5 hugmyndur umræðefni sem við getum tekið fyrir oh god ok, hver fyrsta spurningin, áður við fyrir við næst sko, við erum svona pínu búnir að taka þetta en stingur upp á þegar hluti voru betri í gamla daga eða voru þeir það fuck yeah nostalgia versus raunveruleikin til dæmis eða svo voru 80s og 90s í alvörunni betri eða eru við bara orðnir gamlir þannig að þetta er eitthvað sem við erum búnir the world was a safer pínar place en tökum mér fannst 90s bara mjög gott bara awesome já, það er með skemmtilega twist í þessu því að þú veist nostalgia versus raunveruleikin skilur við, var þetta í alvörunni? Já maður var mjög mikið bored sko ógeðslega holdt þannig verður maður skapandi börn í dag er erfitt með að vera skapandi börnin mín get ekki verið bored ég veit ekki okkur kannski pappa er að smóla það hann ég er trúðurinn heima akkurat þau er bara, mér leiðist pabbi, maður er alveg börn ég kannast við það allt internetið og Netflix og Viaplay og Disney og eitthvað og símar og þú veist, en samt bara leiðist farðu út að leika þér fyrir bliðið Elsa sorry ég veist, þegar strákurinn mér var yngri, hann var ekki bara mér leiðist, maður var bara, farðu út og leiktu við vinniðina og hann var bara, það er enginn úti þá var ég leik já, meina það er svolítið þannig akkurat ég leik, vonum alltaf hann fór út, bara einn leittist, sem fór ég oft með honum eða eitthvað sko, sem var bara, herru við þurfum að kaupa tölvu handonum eða hann sapnaði sér fyrir tölvu til að spila við vinnið sína og þá var maður alveg, ok ég þarf að gera þetta og byrjaði að spila ég meina, svo var þetta ekki bara þannig þegar við vorum yngri og við vorum sendir út að leika og maður bara engin vinnir heima eða eitthvað og enda maður bara upp á skóla og maður kynntist bara öðrum krökkum wow það voru alltaf einhverjir eitthvað starf og vissi alltaf hvar allir voru og þú veist, maður gæti bara hjólað hverfið sitt og þá sá maður bara hérna hjólið hans Frigga, fyrir bara banka hér þú veist, og það bara, maður stórt maður bara í hópinn, skilur það var bara svo eðlilegt en nú náttúrulega safer place já, akkurat það sem ég ætlaði að segja, þetta var bara mikið öruggara fyrir þetta náttúrulega, þú veist, í Bandaríkjunum þá sem var hérna Stranger Danger og Satanic Panic og eitthvað sem var í gangi á þessum tíma það kannski kom ekki hingað þess mikið það voru nokkrir svona still a safer place það voru nokkrir hérna sem voru svona þekktir svona, passi ykkur á hérna hvað hétt hann? Nei, skulum ekki þetta ræðnandi okkur ekki? Move on já, reyndar, það var náttúrulega við höfum gert það í þættinum, við þurfum ekki að halda áfram já, það er reyndar góða punktur því að sko, eins og bara hann í Vestmannaeyjum þar var, þú veist, það er ennþá talað um bara ekki labba fram hjá þessu húsi eða þú veist, þannig var þetta í mörg ár það var eitthvað svona, og þú veist, það vissi allir að því það gerði aldrei neitt í því, það bara börnin bara ekki fara þangað og þau bara, ok og meðan fekk bara maðurinn að vera óreittur ég man ekki til neinu svona húsi á Kastnesinu sko. það var að stað sko. Nei, var þetta ekki, bara allt í Breiðholti maður þurfti bara að fela sig í garðinum þegar Sigurjón Kjartason labbaði framjá í reitnum leðajakka og leðabuxum og síðahórið þegar hann var í ham hann bjóði í götturinn minni og hann var svona, shit, hann er að koma fór maður alltaf inn í garð og faldi sig þannig að labbaði framjá, hann samt bara the sweetest guy sko, he looked fucking dangerous hefði það verið geðveikt fyndið og þú myndir segja okkur bara Sigurjón Kjartansson lamdið þegar það var spann það hefði verið geggjað saga sko. ég var með endalisa fría miða á hamtónleika já, nákvæmlega en nei, hann er næskur undirstrykka það þessi krakki aftur ok, það var eitthvað meira já, hérna verstu gjafirnar
Ég reyndar, sko þetta er svarið frá ChatGPT sem segir vondustu gjafirnar Vondustu gjafirnar, Og segir maður ekki það ekki? Nei, hún segir verstu Vondur verri verstur Vondustu gjafirnar Já Við skulum skýra þáttinn, vondustu gjafirnar Jú Bara til að bugga Það er bugga mig, já mikið Er það? Þú var að skrifa niður Ég get þetta ekki Eina sem ég er góður í skóla var stafsetning sko Já, sömulegis Vondustu gjafirnar, það maður yngri Sko, sem við fengið eða gefið Þess að sögur að hræðulegum jólagjöfum, ammalísgjöfum og þægilegum augnablikum tengdu þeirra eitthvað svo leiðis. Ég man eftir ömurlegri gjöf frá mömmu þegar ég var úlingur sko. Ég var orðin úlingur, hættur að leika mér sko. Mamma var svo, veist, góð, gaf mér sko svona gameskip og ég var alveg bara, veist, I'm not 10 years old veist, og ég náttúrulega, veist mamma eða peningunum sínum í eitthvað flotta gjöf, þetta var stórt gameskip eða eitthvað með svona bíu, svona takka og ég var alveg svona þykjast að leika með þetta ég var alveg, hvað er ég að fucking gera við þetta bíu það er eitthvað pínlegt sko þetta var, þetta er burned into my mind sko. Þetta er hræðileg gjöf sko. Eina sem ég hugsa með hræðilega gjöf sem ég fengi að ég fermtist og fekk svona 17 pennasett og hvaða fucking er það þegar gefa penna ég veit ekki hvernig það er í dag sko, en þetta var heitt þeng ég fekk eitt penna ég vil freka bara peningin á þessum tíma kostaði pennin 10 skall allir sem voru með mér í bekk komið eftir fermingarhelgina sem að ég var í allir sem að ferðast með mér voru bara hvað er þú mikið penning? 200.000, ég fekk 180 ég bara what? Ég fekk 28.000 ég gleymi aldrei sér tölu oh my god þetta fór allt í pennanum þetta fór allt í pennana ég bara I got screwed með sko 100 skall í pennu veistu hvað 200 skall var mikið 95 það er svona 1,5 miljón í dag sko ógeðslega mikið sko klikkað ég fekk reynda 75 skall en ég fekk skúffu já svona bara lausa skúffu nei, tvær skúffur það er bara heima sem bara ég þarf ekki þessu skúffu geggjum fermingu shit ég fekk svona kombóðu en bara með 2 skúffum þetta var bara fáralegt sko. wow ég er þetta mann ekki sko, við skulum gefa honum skúffur svo besta fermingargjöfin var náttúrulega hljómflutningsgræðunar frá mömmu og pappa já ég fekk líka svoleiðis með 5 diska nei byttu haldið þér ég fekk bara með 1 disk af því að árið eftir kom þetta magasínstæmi og ég var bara damn árið eftir varstu með kassettur líka 2 kassettur já ég var með 5 diska og 2 kassettur já það sem að ég var ósáttu við líka sko ok ég er ekki ósáttu þetta var ekki að græða á þeim tíma það voru 2 kassettur og 1 gestidiskur en engin plötuspilari bræður minni fekk með plötuspilari hann nokkrum árum áður ég var bara nei mér langar með plötuspilari líka það var svo old school ég fekk þetta líka svo fekk ég líka PC-tölvu í fermingargjöf eitt greinur garðabænum starðar hann að turtmaður hvað með lélega gjöf sko ég held að þú vitir alveg hvað er vandræðalegasta gjöf sem ég hef fengið sokkur sem ég gaf ullasokkurinn gafst okkur báðum ullartippa sokka besta gjöf sem ég hef gefið sko ég er ekki ennþá búin að fara í hann ekki ég heldur en ég á hann ennþá eitthvað staðar ég opnaði fyrir fram að ömmu ég gerði það líka amma satt til hliðin á mér þegar ég opnaði þetta sko þessar ömmur herðu þetta var ég var að hefna mín þið gáfu mér árun undan mynd útprentaða mynd risastóra af mér alblóðum rifnir skyrtu þegar ég lendi í slagsmálum á Akureyri já þið fannst það svo cool að þetta gerðist Nei, veist þú varst alveg djöðlar í harðan fokkin harður maður ég fokkin beit gaurinn sko já ég veit það bara algjör Mike Tyson ég opnaði fyrir framan ömmu og afa og mömmu og allir bara sagðir ekki bara þetta er módelmynd að taka þetta var módel sko Kostu það ekki? Nei, Idiot Þetta er set up sko Þetta er fake sko Já, þetta er AI Þetta er 2001 Hilarious Já, næsta spurning Já, sko
dót sem hefði átt að slasa okkur sem börn, allt frá eitraða sleiki í brúsanum til leikfanga sem voru beinlega hættulega en ótrúlega skemmtilega. Sleik í brúsanum? I have no idea. Hvað sleik í brúsi? Ég veit það ekki, ég er að spyrja hann á ensku næst. Ég veit eitthvað sem að hefði getað slasað okkur. Já, sko, ég er nefnilega búin að hugsa þetta, ég bara svona á lífsleiðinni, hversu oft hafið þið verið nær dauðin lífi út af einhverju stúpid sem að þið hefði gert? Many times. Oftar en flestir öruglega. Já, nákvæmlega. Ég held að við höfum allir öruglega eitthvað á sögu, sko. Er þetta ekki bara, þú veist, kannski ekki bara að vera með sápukúlu, drasl og drukki vatnið, eða þú veist, er þetta eitthvað svoleiðis? Nei, bara svona í gegnum okkar feril í hérna upptökum og annað. Já, bara svona æfinni, skilur sko, ég náttúrulega átti að hafa dáið þegar ég fór niður Bláfjöllin, beint á steinana. Sem ég var að við að gera. Já, okkur talaði ekki herra. Ég var með því þú hlustar ekki. Davíð var dauður. Ég var meðvendalaus, þannig að ekki. Ég var farin að ég var bara svona, ég ætla ekki að taka þátt í þessu. En ég held að ég var að deyja þá, sko. Já. Þegar það var hringt á lögregluna og sjúkrabílinn og ég var sko fjólublára vörun, náði ekki andanum. Ég man núna hverju ég var ekki að ég fór að þegar hringdi stelp í mig. Já. Þú varst alveg, fuck you guys. Hoes before bros, maður. Já. Ok. Það er það, en það var hérna, hvað heitir hérna þegar krakkarnir eru búið til hérna? Snjóengil. Nei, hérna. Snjóhús. Hætti því, leifum mér að hugsa. Fuck, hætti Þú ert að spyrja. Búa til hvað? Veist hérna, kofa. Jesus. Wow, já, smíðavellinum. Já, smíðavellinum. Það er engin smíðavelli núna. Nei. Og hérna hversu gaman var á smíðavellinum í gamla dag? Ég man eftir því þegar ég hoppaði af þaki og hérna það var alltaf með hérna já, nagla hoppaði beint á stóra nagla og hann fór í gegn og ég ekki leið ég var hérna í svona kínaskom munið eftir kínaskom og ég var aldrei í þeim bara alltaf verstu skór sem getur farið á smíðast ég hoppaði inn í þakinu og bara svona bla og bræður mínur og frændur mínur voru fótbolta rétt já og ég leið, oh my god og það kom akkurat mamma og bróður minn hérna steig á spýtuna og tók með það og inn í bíl og ég bara upp á slísó sem var ég bara held ég fyrir gati var hættur að gráta mamma keira ég leið, þetta er ekki lengur vond nei, sem bara fekk ég hérna sprödu og var ekki hægt að gera neitt. Nei, ég veit að það er náttúrulega pínu gat en reyðganagli er ekki gott sko þannig að þú fengir stífkrampasprödu eða eitthvað. Já. Ég er eitthvað að reyna að hugsa eitthvað svona þú veist, skiptir sem ég vendaði bara slís og það sem minnast að þetta bara þegar kriketkerfi andlitið. Af hverju? Why? Það voru að fíblast. Já, ok. Ég ætlaði að segja ég var handrukk. Það var að smíða það var að smíða kofa fyrir okkur bræðin út í garði þegar ég var krakki. Ég var svona 9 ára eða eitthvað. Pabbi og bræðina svo var að smíða sko alvöru kofa sko með hita og rafmagni sko og geðveiku sko. Tvekja hæða. What could go wrong? Svo var ég og bræðin út í garði að leika og vinubróðum mín svo var hana. Og hérna, hann er frægur í dag en ég þekki hann akkur hann okay. og við vorum eitthvað að fíblast við vorum með krikketkilur og vorum með krikketkúlur og eitthvað að leika okkur í garðinum svo kemur hann eitthvað svona þykist að slá svona, þú veist, kilvin í mig svona slow motion, ég eitthvað svona eitthvað að leika með svo bara allt henni bara smakk beint henni í ennið og það bara blóðum allt pabbi öskar á mömmu sem er inni hún kemur og hleypur út og fer mömmu upp á slís og þú veist, ég bara, það var svakalegt sko. Jesus Christ Já Náttúrulega ekkert búin að gerast fyrir þig Nei Ekki neitt #blessed #December Já Ég með nokkrar sögur sem er bara svona off air Off-air, Davíð og Desember og spítalar Já, nei, ég er svo mæli talað um það er náttúrulega Já, ástæðan fyrir því að þeir tala Desember ég var kallaður Dabbi Desember bara núna í mörg ár af því að það voru 3 eða 4 desembermánuðir í röð sem ég lendi í einhverju stupid inn á spítala ég datt í hálku og braut þetta hérna bein sem var ógeðslega vont ég heyrði bara smellin þegar það brotnaði Varstu ekki að pissa eða eitthvað á djömminu? Ekki því að þetta gerist Fyrir það sem er að hlusta, þetta er eitthvað bein rétt fyrir ónúliðin Já, fyrir neðan þumalputtan og hérna þurfti að fá titanium pinna og eitthvað Varstu að gráta?
Nei, okay. En það var eitthvað ókslega gaman því að ég fór á spítal, ég var að jamminu með vinnufélagum mínum þá og þau koma einhvern 2-3 með mér og hjúkan eitthvað kíkja á hendina á mér og eitthvað bara, já þú greinilega brotinn og eitthvað svona og ég alveg, ok, mun ég eitthvað tímann geta spilað á píano og hún alveg þú eiginlega bara að spyrja lækni ég bara get ekki svar, þú að spyrja lækninu og eitthvað og ég alveg, ok, gæðveikt ég hef aldrei getað að spila á píano ég var að taka allan brandara Þetta er mjög góð sko. Ég að gleyma því fótbrot með hinum á landinu wow. Herri, þú varst á fjórhjólinu þegar ég losaði öklan frá fæturum á mér Þú ætlaðir að stoppa þig bara Ég ætlaði bara að stoppa, það bara gekk ekki betur eins og Fred Flintstone, það bara setja veppina það bara Bumpy svo var ég eitthvað gett harður komin aftur á sveitabæðin sem vorum gist á gett harður og steig í fótinn með lausan ökla og lappaði þannig inn bara gett harður bara, ég bara marinn ég var ekki marinn lyfti upp löpri ég var hinum einn á landinu og 2 mínútur seinna er ég bara komin í bráða aðgerðin í bænum skrúa saman öklan á fótinn síðan leta hann þetta bitna á mér sko. Þetta var geggja sumar og ég var alltaf alveg bara komdu út hann bara, ég get það ekki Hjali, við skulum leigja bíls hjólastól og fyrir bara út við erum ekki að gera þetta það hefði verið komídik atrið fyrir þig að geta ítt mér í hjólastól niður brekku það er fyrsta sem þú ekki eftir laugavegin og ég var að reyna að vera góður þú nuttar þessu sumri andlitið á mér nei, það varu ekstra marga myndir á Instagram no shit ógeðslega leiðileg voru fleiri spurningar? Já eitthvað meira? ábyggilega love you man já, býtum við já, en ég gleymd að kannski mögulega gera eitthvað meira research í það en við getum tekið að setja mögulega minnast á lög og reglur sem var algjörlega út í hött og skrýtnustu lögin í heiminum og eitthvað svona nei, Mamma Mia með ABBA ég var þetta ég bara okkur sagði ABBA sé bara skrýtnustu lögin, já nei, alltaf sko, Tyrkir voru réttræpir þegar við vorum bara unglingar sko. já, á Íslandi what? Já, það er bara lög sem bara gleymdust Tyrkir réttræpir what? Já út af Tyrkjaráninu svo kallað og svo voru ekki einu sinni Tyrkir sem var frömdu Tyrkjaráninu eftir allt saman og það er ekki svo að vera eitthvað nálægt okkur nei what the fuck svo þetta var 94-5 eða eitthvað minni mig þegar komst upp bara oh shit Jesus ég hefði getið bara veistu af hverju það komst upp? nei Sagan segir allavega, ekki hengja mig kæru hlustundir ef þetta er eitthvað bull en ég hef alltaf heyrt þetta svona það var Tyrkland átt að koma hingað til Íslands að keppa við Ísland í handbolta eða fótbolta eitthvað og neita að fara úr flugvélni já, mér minnir þetta líka er það ekki? Jú þeir bara, við vorum að frétta við erum ekki að fara út úr þessari fokkin flugvél mér minnir það klikka þetta er allavega góð saga já, hún bara fer að lifa þetta er allavega já, þetta er tiltölulega nýlegt þetta er crazy þetta er nefnilega crazy sko slítnustu lög ég hef þetta er bara, ég man eftir þessu bara ennþá já, ég veit það þetta er við hefðum getað að dreipið Tyrki já, og bara skott frí ég veit ekki með hverjum er ég við hefum getað að dreipið Tyrki og stoppið með það hey, who are you? hver var hann í síðasta búningapartí? Núna, daginn murderer já, þú varst, ræðum ekki American Psycho American Psycho gæinn, já, akkurat Birkir er alltaf eitthvað neikvætt í svona partí nei búningapartí já, þú ert aldrei I'm a half class kind of fool guy það vera Weird Al Yankovic næst eða eitthvað það væri cool mæta með harmoníkuna já, en já, það er alveg til fullt af, þú veist, eitt sem ég man alltaf eftir með skrítin lög, það var í Texas minni mig að þú ert sem sagt legal to drive unless, as long as you can hold on to the ground þetta var orðað þannig ég man alltaf eftir að lesa þetta fyrir svona 20 ára síðan eða eitthvað ef þú heldur í bara, þú veist, basically ef þú getur staðið nokkurn veginn uppréttur og þá getur þú keyrt
Já, þú veist, og þá var lög sem voru en það í gildi þegar ég las þetta fyrir 20 ára síðan I got nothing. Nei. Þetta náttúrulega farlegt í Bandaríkjunum þegar við komum hérna, já, segðu hérna stafrófið aftur á bak. Já. Ekki fræðilegur. Ég get ekki eins og sagt það áfram, sko. Nei, það er búið að breyta það náttúrulega. Já. Nýja fólki. Akkurat. The new people that we made. Já. Gerðu svo vel. Ég að missa öllu, what? Það komið nýtt stafróf. Nú? Já, þetta er ekki lengur A, B, C, B, D. Já, þú meina A, A, B, D, Já. F. Veist þetta, söngurinn er orðin öðruvísi. Þessi stafur búin að vera inn í stafrónu forever, sko. Já, en A, B, C, Er lægið á öðruvísi? Já, lægið er orðin öðruvísi. Já, ok. Veist, við erum A, B, C, D, E, F, G. Þeir eru bara sem svo allir fá að vera með. Núna er þetta A, B, C, D, eitthvað, veist alveg bara. Ég. Já, þetta er bara Það er bara svo allir fá að vera með. Má ekkert vera í friði. Who cares með stafrónu? Var þetta að sennast það? Já, ég reynir þú veist, já, ég glimti að lesa lengra því að svo kom hversu oft hefur við réttilega átt að deyja sögur af nálægum slísum. Já, many times. Já, Many times. já, það er svo oft. Ég hef tvisvarsinnum verið á Þú fækst heila blóðfall? Nei, ekki heila blóðfall, næstu. heila Sko, himnubólgu. ég var náttúrulega var lamin í spað. Já. Og Ekki af okkur. nei, Það var ekki við. og það var á þessum skemmtilega yndislega stað Hressó. Já. Og ég man ekkert eftir því, ég vakna bara slís á daginn eftir. What the Og fuck happened? Já, ég veit að ég sagt eitthvað svo sögu áttu, en það var nefnilega svo fyndið að því að ég fyrir lítið ofbeldi, ég nenni ekki, þú veist, ég er aldrei eitthvað að leita eftir slagsmálum. Ofbeldi er fyrir aumingja. Nákvæmlega. Og þannig að ég vakna sem sagt á Slysó og það fyrsta sem ég sé er bara, ok, ég er á spítala, allt hvítt og svo sé ég að það stendur lögreglukona í rúminu mínu. Og það fyrsta sem ég geri er að lyfta höndunum og sjá hvort ég sé eitthvað handjárn er við rúmi. Og svo þegar ég veit ekki handjárn er við rúmi og þá bara, hvað gerðist? Bara, þú varst lamin. Bara aðlendur í líkansar og svo eitthvað og ég kjálka brotnaði á 2 stöðum, brotnaði 3 tennur, höfuðkúpi brotnaði. Þetta fyrir aðgerð og er núna með 2 títaníumplötur hérna í kjálkanum sem halda saman á mannaldunum. Og í þumlinum. Og ég er búin að pröfa það, ég gemst í gegnum málmleitarhlið. Já. En ef þú ert með svona handheld svona málmleitar vönd eða þannig, þá pípar hann í andlutinu mér. Sem er cool. Ég vil óska þess að þú sé lögguna standið yfir og sagt bara, hey, strippari. Já, einmitt. Það væri ógeðslega flott, alveg bara svona pantaði ég þig. Gekkjaði spítalið maður. Gott kvöld maður. En já, svo árið eftir það, og já, og þetta var bæði enda þá sögðu, þetta var alveg það alvarlegt að lögreglan vildi kæra þetta sem tilraun til manndráps sem var gert og en já, svo árið seinna þá fekk ég heilahimnubólgu líklega af því að það komst sýking í gegnum höfuðkúpubrotið á mér og það draf mig næstuð í annað skiptið 2. desember í röð en það var samt geggjað því að Davides. Nei, ég var á 7. hæð í Fossvogsspítala og leist niður og varst alveg I think I can fly. Já. Nei, alls ekki, það var akkurat döð. Málið er drugs are bad. Okay. Nei, drugs are good af því að þarna var ég á sjúklega miklu morfíni og þetta var eftir á þegar það rennur af þér, sko. Já. En mér leið svo vel og þetta var á gamlárskvöld og ég var með útsinni yfir alla borgina frá 7. hæð í borgarspítalanum og horfa á flugveldana út úr þögt á morfíni það var, já, ég var í einangrun þá mátti enginn koma að nála mér af því að ég hefði dáið ef einhver hefði komið að herra þetta nála mér, sko. Alveg rétt. Ég var einmitt að reyna að komast inn en herra. Já, það ekki. Ok, moving on. Shit. Erum við eitthvað í lokinn? Já, hann Davíð endaði á svona leiðilegum nótum, sko. Alltaf. Og var alveg you're downer. You and your damn pity parties. Já, sorry, ég hlæja þessu sjálfur. Alltaf gert það. Shit, það er eitthvað ógeðslega fyndið, sko. Birkir að leita í símanu sínum. Ekki. Já. Nei. Dead air. Nei, þið haldið á að tala. Ég er nefnilega búin að vera svolítið með pælingu. Hvaða íþrótt haldið þið að svona heimskasta fólki stundi og af hverju crossfit? Nei, ég er að djóka crossfittir eru fínir. Sorry crossfittir. Nei, þetta var djók. Nei, ég er bara að vera pælt í því, þú veist, eins og þeir sem spila tennis til dæmis, þetta er
oftast svona upper class fólk sem hefur ekki góða menntun og eitthvað svoleiðis, það engin úr bara þú veist, the Bronx æfa tennis eða eitthvað og svo ég að pæla þú veist, svona íþróttir eins og NASCAR eða eitthvað hvað er allir sé svona yfir höfuð heimskasta fólki sem æfi hvaða íþrótt? Barda íþróttir, punktur. Ég hef náttúrulega pælið því með box og barda íþróttir 100%. Já, þið eru bara þar. Já. Ok. Herru, ég er búin að finna þetta. Herru, ég er ekki búin að sjá þetta. Ég ætla að láta Davíð lesa þetta. Mér langar að hlæja, sko. Okay. Þetta er sem sagt þegar fólk þegar fólk gifti sig og það er með sko nöfn koma saman. Já, saman ykkur nöfnum. Bara bla 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 wedding. Já. Okay. Hver er fyrsti? Crap beer. Hann pæli eftirnöfnum í Bandaríkjunum. John Crap and Melissa Beer. Dennis Crap og Esther Beer Esther Crap og Dennis Beer. Crap Beer. Ég var að horfa á Dumb and Dumber út af því að hún hét Mary og hann Lloyd Christmas. Ef þau myndi giftast, þá væri hún Merry Christmas. True. Já. Þegar sem það var ég bara, já, heyrðu. Ok. Heyrðu, Filler Quick. Oh my god. Filler Quick Wedding. Oh my god. Þetta, ég hefði, ok, svo fyrir þeir sem er að hlusta, þetta er sem sagt blaðaklippur, gamlar blaðaklippur, þannig að þetta hefur verið birt í dagblöðum, bókstaflega. Þetta er ekki eitthvað sem þú fannst bara á netinu, eða þau stannig. Cockman Dickman. What? Cockman Dickman. What are the odds? Cockman Dickman. Oh my god, líka bara, ég elskaði Cockman. Ég elska þig, Dickman. Dr. and Mrs. Donald Dickman sem sagt. Donald Dickman. Jesus minn. Stoker Daily. Stoker Daily. Já. Little Gay. Little Gay. Welcome to the Little Gay wedding. The Little Gay wedding, já. Drilling Cousin. Oh my god. Drilling Cousin. Oh my god. Wow. Shit, man. Filler Up Standing. Það er svo mörg steikt eftir þetta í Bandaríkjunum, sko. Nei, guðminn góður. Golden Showers. Nei. What? Nei. The Golden Showers wedding. Nicole Noel Showers og Paul Craig Golden Showers. Congratulations. Nei, sko. Líka það bara. Wow. Þegar prentaðu út kortin. Bóðskortin. Golden Shower wedding. Count me in. Tökum þetta bara meira. Þetta er bara enda á góðum nótum með það. Búin núna? Það ekki bara? Þetta er bara fínt maður. Tökum þetta bara, oftar. Welcome to the Little Gay wedding. Nót til að þessi. Já. Takk.